Heyrðu, svo eru náttúrulega Kínverjar, Já, Þorsteinn, það eru sko störf fluttust til Kína, en það er ekki líka það að Kínverjar eru þeir sem hafa lánað Bandaríkjamönnum hvað mest, er það ekki rétt skilið á mér? jú, þeir voru, það er orðið symbiosis, er þekkt í líffræði þar sem er hagur tveggja, í samlíf, að þeir voru með svo stóran viðskipta afgang við Bandaríkin, að þeir þurftu annarkvort að láta jenið styrkjast sem myndi eyða þessum afgangi, af því að þá eru kínverska vörur svo dýrar, eða að senda peningan úr landi og fjárfesta þeim einhver stað sem er örugt, og það voru Bandaríkin, og þannig að þeir fjárfestu í bandarískum ríkisskuldum, og Bandaríkjamenn hafa fengið vegna sterkra stöðu í heiminum mjög góð lánskjör í eigin gjaldmiðli sem þykir alveg súper. Það er engin gengisáhætta fyrir lántakandi, hún bara gengisáhætta fyrir lánveitandi. Það er náttúrulega oft verið að tala að vandi Bandaríkjanna miðast alltaf við það að þeir skulda bara í eigin gjaldmiðli. Eins og við kynntust náttúrulega á bankaruninu að það voru ekki íslenska skuldi sem fóru með okkur. Já, þannig en ég veit að Kínverjar hafa samt verið að reyna létt á þessum fjárfestingum í bandarískum skuldabréfum og náttúrulega ef að þeir fara að selja það í stórum stíl, þannig að það verði verðfall á þessum bréfum, að þá náttúrulega eru þeir að skaða sjálfa sig. Þeir verða að fara mjög hóflega, eða draga sig hægt út ef þeir ætla að gera þetta.